Ráðamönnum líst vel á hugmyndir kínverska auðjöfursins Huang Nobu uppbyggingu ferðaþjónustu á Grímsstöðum á fjöllum. Þó beri að fara að öllu með gát. Ráðamönnum líst ágætlega á áform kínverska auðjöfursins Huang Nobu að byggja upp ferðaiðnað á Grímsstöðum á fjöllum. Í kjölfar fréttamálinu hafa fjölmargir sett sig í samband við utanríkisráðuneytið ef ske kynni að erlendir fjárfestar vildu fjárfesta í verkefnum þeirra. Umhverfisráðherra segir að öllum svona skrefum fylgi tækifæri en menn verða að hafa varann á og augun opin. Þetta náttúrulega vekur ýmsar spurningar og ýmsar vangaveltur. Ég held að það sé alveg full ástæða til þess að halda þeim öllum saman opnum. Hann er með stór plön og stór plön þarfnast kyrfilegra rýningar og skoðunar og þau verða, sáferill verður auðvitað kláraður í þessu efni eins og öllum öðrum áformum. Iðnaðarráðherra segir jákvætt að erlendir fjárfestar horfi til íslenskrar ferðaþjónustu. Þetta einstaka mál hefur þó ekki ratað inn á hennar borð. En svona miðað við það sem ég hef séð að þá þarf að fara gætilega og jafn sögufræðu svæði og þarna en enga síður þá svona sýnist mér að þetta gæti gengið upp en það þarf að gera það í sátt við menn og dýr á svæðinu. Engin lög gilda eignarhald útlendinga á íslenskum jörðum. Ég held að við ættum ekkert að fara á límingunum þó að það komi hér einn Kínveri sem vilji fjárfesta í jörð og fjárfesta síðan í íslenskri ferðaþjónustu í framhaldinu og hér eiga útlendingar töluvert og ég held að það sé ekkert að óttast í því efni. Í kjölfar frétta af Nobu hafa bæði landeigendur og sveitarstjórnarmenn sett sig í samband við utanríkisráðuneytið og kynnt hugmyndir af verkefnum í ferðaþjónustu sem erlendir fjárfestar gætu haft áhuga á.